Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall og ég með tvo góða gesti, annars vegar Jón Kristjánsson fiskifræðing og hins vegar Sigurjón Þórðarsson sem formaður atvinnuvega nefndar á Alþingi í dag. Og ég ætla að byrja á að spurja þig, Sigurjón. Þú varst með utandagskrá umræðu í þinginu á mánudaginn, ekki rétt? Ég var með það í vikunni. Hafró. Jú. Og hver var niðurstaðan? Hvað fannst þér Ég vakti nú byrja á því að tala það hver ástæðan væri fyrir því að ég var að ræða þessa hluti og ég held að sé nú almennu skilningur á því bæði samfélaginu og hjá Alþingi, allavega kom það fram í máli þingmanna að þeir fögnuðu umræðinni en það blasir það við að við erum að fara hratt niður á við í ráðgjöfinni þrátt fyrir að hafa allar þær forsendur sem að ráðgjöfin gengur út frá að eru þá hliðhollar þeirri forskrift sem hún á að gefa. Það að það búið að vera mjög stór hrygningarstofn og þannig að bara aldrei verið stærri en samt þorskstofninn búin að vera á hraðri niðurleið sem ekki í samræmi við þær kenningar sem unnið eftir og aflinn á þessu fiskveiðiári á að vera 204.000 tonn og það auðvitað gríðarleg vonbrigði því að upphaflegt markmið með ráðgjöfinni eða þeirri hugmyndafræði sem unnið með var að stefna að því að losna við allar sveiflur og fá jafna veiði 500.000 tonn ásafla en síðan var þess að hafa menn verið að kýra niður þessi markmið og síðast þegar aflareglunni var breytt 2008 þá var farið niður í að veiða þá 20% af stofninum og þá var ætlunin að fá 350.000 tonna afla og hann átti að koma svona innan 5 ára og vera stöðugur 350.000 tonn að minnstakosti og kannski fara eitthvað upp á við. En þessi 350.000 tonna afli hefur aldrei náðst og ekki heldur 300.000 tonna aflinn. Þannig að hvernig sem hann líta á þetta og þá sérstaklega á forsendum ráðgjafarana sjálfrar og forspár gildi sem var lagt upp með að þá þetta vonbrigði. Þannig að ég held að það sjái allir það bara í hendi sér sem skoða þessa tölur að þetta eru vonbrigði og við eigum að taka þetta til grundvallar skoðunar. Jú, en nú erum við bara að tala þorsk. Á þetta ekki við í flestum öðrum tegundum líka að það samdráttur minni veiðiheimildir úthlutaðar? Það reglan. Það reglan sko. Og svo sjáum við líka að það sem að menn ná ekki að veiða og þá það ná ekki að veiða og það verður ekki til þess endilega að stofninn stækki heldur að þá jafnvel niðursveiflað og svo höfum við dæmi ekki mjög langt frá okkur í tíma það sem var veitt hressilega umfram til dæmis í Ísunni og langt umfram ráðgjöf og þá jafnvel stækkaði stofninn í kjölfarið. Þannig að það alveg greinlegt að mann horfa kalt á þetta bara þá veiðarnar þá það ekki ráðandi þáttur í sveiflunni á fiskistofnunum. Það eru aðrir þættir sem að skipta miklu máli. Það samkeppni innan tegundar og milli tegundar og framboð fæðu og fleira. Þannig að ég nokkuð viss það að nú tækifæri til þess að skoða þetta og fara yfir þetta. Við höfum líka bara nýlegt dæmi, bara í svari sem ég fekk fyrir skömmu, varðandi þorskstofninn eins og hann var metinn og mældur 2019 og svo var hann endurmetinn nú í vor í skýrslu Hafró frá í vor og þá var hann þessi þorskstofn sem var mældur 2019 þá var hann endurmetinn núna 267.000 tonnum minni sem hann var sagður ekki hafa verið svo stór og ef mann setja einhvern verðmið á þetta að þá erum við nálægt því að þarna hafi tapast 250 milljarðar
Já. Og þá nú kannski stoppið í Hvalfirðinum, það ekki stórt með þær tölur og þannig að það við getum ekki annað en grætt á því að fara yfir þetta og það eiginlega óverjandi tel ég að halda áfram án þess að skoða forsendurnar á einhverju sem greinilega ekki að ganga upp og ef þetta hægt að gera þetta með öðrum hætti að þá ávinningurinn það mikill að svona eitt og eitt stopp í Hvalfirði eða á Bakka á Húsavík að það þó að það ekki að gera lítið úr þeim tölum öllum en þá það ekki stóra tölum við þessi verðmæti sem eru gríðarleg vegna þess að þetta eiginlega bara innlendir framleiðslu þættir sem eru notaðir fyrir utan olíu og skipin eða stærstu hluta þannig að þetta beinn ávinningu fyrir þjóðarbúið. Já, það engin spurning um það. En Jón, hvað sýnist þér um þetta? Já, samkvæmt þessu þá höfum við tapað hilli þorskvertíð. Já, bara núna og nokkurum árum. Já, en sko, að mínum vandi þá erum við sko svo langt frá því sem að aflaðist hér áður og reyndist ágætlega áratugum meðan að menn sóttu óheft að það samsvarar heilli vertíð á hverju einasta ári í 30 ár minnstakosti, 30 ár pluss. Já. En nú hefur þú oft verið að leggja til ýmsa hluti varðandi stjórnum veiða. En þú hefur lent eiginlega í því að allt sem þú hefur sagt hefur verið tætt niður af fiskifræðingum og sérstaklega forstjórum Hafrannsóknastofnunar í gegnum tíðina. Já. Og mig langar til að fá hana Laufey til að setja hérna á smá stubb af þætti sem þú varst í fyrir 35 árum síðan hjá Eiríki Jónssoni. Já, það ekki orðið 35 ára síðan. Já, 32 ár síðan. Nefna það að þarna ákvað ég það að opna mig alveg á fullu. Ég var ekkert að skafa af hvorki einu en einu. Mér var farið að leiðast þetta svo mikið. Það var ekkert hlusta og nú vildi ég bara kýla því inn og það var eiginlega upphafið á þessu einelti. Þeir neituðu þessu og ég hef til dæmis ekki komið í sjónvarpi eða útvarpi á Íslandi í 20 ár. Nei. Og það svolítið merkilegt þegar að vera að tala um þetta. Einu sinni fór ég í smá viðtal fyrir svona mörgum árum og var 20 mínútur í viðtali. Það komi hálf mínúta, 1 mínúta. Já. Og það var viðtali. Já, og það var á einum af þessum kreppustundum. Svo við erum búin að fara neyri 130.000 tonn og það svolítið merkilegt að þegar Jakob þarna að tala þá var hann að segja ég kunni ekki að tólka gögn og ég hef aldrei farið á sjó og allt það fram eftir en nokkur mánuð seinna þá hrundi aflinn alveg í raskat. Já. Við héldum síðan árið 2000 þá gerist þetta aftur 97 sagði þú og síðan byggjar hann upp voða góðir og nú þetta allt að koma sagður með breyttri aflareglu. Já og svo fellur aflinn aftur árið 99 eða 2000 cirka og þá boðar Árni Matthíasson til 2 daga ráðstefnu. Þá fær hann Tuma Tómasson til að taka út gagnrýnina á hún rétt á sér og hvernig eru viðbrögðin og hvað á að gera. Þá skulum við minnast á það að Tumi Tómasson var þá skólastjóri á vegum Sameinuðu þjóðanna. Já. Var það ekki rétt? Jú. Hann var sem sagt hjá Hafrannsóknaráði Sameinuðu þjóðanna. Skólastjóri. Já, sko, ég veit ekki hvað hann var plöntursettur settur niður en hann hafði aðstöð á Hafró. Já. Og ég man eftir því, þetta nú minn nánasti samstarfsmaður í gegnum árin. Já. Og ég man eftir því að honum voru sett þau skilyrði þegar hann fékk jobbið að vera ekki að tala fiskveiðistjórn.
Nei. Nei, hann mátti ekki, hann var í Afríku að vinna og þeir kom í heimsókn til þess, ég held að það eru Jón Baldvin og hvort það var Þröstur Ólafsson, ég man ekki einhver annar. Og þeir sögðu ef þú hættir ekki þessu þorskakjaftaði og vitleysu, þá hann bara að taka þig heim. Já. Eitthvað svona. Og hún var hóta líka alveg sem ég er. Já. Og hann hefur ekkert hlýtt í, en þegar hann kemur hann var beðinn að gera þessa skýrslu, þá lent hann aftur í einelti þar. Þeir voru alltaf að reyna að fá hann af þessu. Já. Og akkur þetta tala við þennan, akkur þetta tala við hinn. Og svo kemur þessi skýrslu. En eigum við ekki árum við höldum lengra áfram, Jón, að fá Laufey til að setja viðtali við sem Eiríkur Jónsson hafði við Jakob. Það er að segja, fyrst talaði við mig og ég opnaði mig mjög greinlega. Og þetta er svar Jakobs við því sem ég er að segja. Við þig. Og hann gerir hann heldur betur lítið um mér, sko. Þó, aðtöðu það að við Jakob vorum saman á sjó í síldarleitinni í 8 sumur. Hann treysti mér alveg fyrir skipun, hann gerði með leiðangustjóra á tímabili þegar fórum til Svalbarða. Og svo kemur á eftir þetta þá er ég orðinn Bjarni. Þá skoðaðu við slúst kíkja á þetta. Laufey, ef þú getur sett þetta á. Komið í sæl. Í kvöld ætlum við að ræða að því að mánudagskvöld stóru málin eins og hefur reyndar gert oft áður. Fiskin í sjónum og hvernig stendur á því að Hafrannsóknastofnun vill ekki láta veiða allan hennar fisk sem í sjónum eins og Jón Kristjánsson fiskifræðingur staðhæfði hér að væri allt í lagi að gera og hann næstu því doktor í fiskifræðum. En forstjóri Hafrannsóknastofnunar á allt öðru máli. Jakob Jakobsson svarar fyrir sig hér í kvöld. Ég veit ekki, Jakob, hvort þú sást hann Jón Kristjánsson hérna daginn, en hann var svo stórorður og hann sagði að við ættum að senda allan flotan stækkan helst og veiða allan þann fisk sem við getum náð í vegna þess að fiskurinn, hann að hverfa vegna þess að það er allt of mikið af honum í sjónum. Ég veit að hann hefur líka sagt þetta við þig, en ég trúð honum. Hvað segir þú? Já, ég er nú ekki sammála þessu. Ég held að það sé nú einfaldast að vitna í það hvað tórunum sem eru nú á sjónum gengur illa að veiða það magn sem þeir mega veiða, þannig að það er nú alveg hreina línur að þetta magn sem að... En er það ekki að því að mörskvarnir eru orðin svo stórir? Nei, þeir hafa verið að landa núna undanfarna daga eins og hálfs kíló þorski í meðalting, þannig að þeir ná þessum smáa fiski þó að mörskvarnir séu orðin stórir. Það er ekkert spursmál um það. Og ég held að sjómenn, þó að þeim þykji gaman að veiða mikið, þá held ég þeir hafa nú reynt að heldur betur að það er ekki allir þessi fiskur í sjónum sem Jón Kristjánsson talar um. Er hann að tala tóma vitleysu þá, heldur þú? Hann talar alveg ótrúlega langt frá því sem að mér finnst vera raunin á miðunum. Og það sem mér finnst einkenna málflutningu Jóns Kristjánssonar er einfaldlega það að hann nefnir aldrei neinn dæmi það sem að þetta hefur gengið upp hjá honum. Hann hefur undanfarin 20 ár verið að grisja vötn á landinu og mér vitanlega hefur hann ekki skrifað stafkrók sem sýnir það að þetta hefur gengið upp. Áður en við höldum áfram, Jón Kristjánsson var hérna daginn. Við skulum aðeins sjá brot af því sem hann sagði. Jú, sko það er þannig með fisk að þú drepur einna þá er pláss fyrir 2 aðra litla. Og þú áttu þess ekki pláss í sjónum fyrir það? Já, sko friðun sem að hefur verið hér í 20 ár. Friðun á fiski hlýtur að byggja á því að fiskstofn sé sannanlega ofveitur. Einkenni ofveið eru þau að fiskur er kannski smár. Fyrst og fremst er mikill vöxtur í honum vegna þess að fæðuframbóðið er meira heldur en að fiskurinn ræður við að nota sér, þá færðu mikinn vöxt. Ef þú friðar og sér það að vöxtur minnkar og fiskur sveltur, þá er ekki hægt að friða vegna þess að það er verið að bítast beinin og náttúran tekur í taumana og fiskurinn fyrir að falla úr hór. Og fiskur hann ávastar sig betur ef þú selur hann heldur en það geymir hann í sjónum. Því að það er gríðarleg barátta það að éta hverju kappið annan eða vera étin. Það er nú búið að berja hérna ofveitur eins og fast inn í fólki hérna í landinu að menn eru farnir að trúa því að við getum veitt síðasta fiskinn. Nei, sko menn eru búin að fá... Af hverju vita menn þetta þá ekki? Hvernig skrítið?
Það skrítið sjómenninni við þetta held ég. Sjómenninni tala svona eins og þú? Já, vegna þess að menn eru farin að fá oft trú á tækninni. Þeir halda að flotinn sé svo öflugur að hann geti bara sótt þann fisk sem það þarf þegar það þarf. Við náðum ekki síldakvótanum núna, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Við náðum ekki loðnukvótanum í fyrra. Við náðum ekki loðnukvótanum núna, það var í fréttum núna áðan. Og fiskskipin eru eins og hefur komið fram í fréttum, þau eru að fá þetta 2-4 tonn í hali, þessi floti ósigrandi. Hann veiðir ekki, vegna þess, meðal annars, hann með svo stórmarskatról að megnið af smáfiskinu fer í gegn. Og við verðum að gera svolítið veiða þetta. Það þýðir ekki að bíða, það sagði einn ágætis forsætisráðherra hérna einu sinni, það þýðir ekki að friða fiskinn en drepa fólkið. Jakob, hvað erum við að byrja á þessu? Það þýðir ekki að friða fiskinn og drepa fólkið, við byrjum nú aftan frá. Já, einmitt. Ég held nú að ég vil nú fyrst lýsa því yfir að við á Hafrannsóknastofnun erum ekkert í því að friða. Við erum í því að benda á skynsamlega nýtingarleið. En það það sem hefur staðið á að menn hafa ekki treyst sér til að fara eftir þeim leiðum að þeir varðar nýtingu þorskstofnsins. Eftir að þeir varðar aðra fiskstofna og önnur dýr í sjónum, þá hefur stundum verið farið eftir okkar ráðleggingum eins og til dæmis með síldarstofnin. Hann var komið niður í 12.000 tonn 1972 og það hefði ekki þurft nema svona 5-6 góð köst til að hirða þessar 2 torfur sem eftir voru. Við höfum þó náð þessum stofni í 400.000 tonn og tökum úr honum 100.000 tonn á ári. Þetta nú árangur sem við höfum náð. Hins vegar hefur ekki verið farið eftir okkar tillögum nýtingu þorskstofnsins. Það hefur að vísu verið reynt að hamla gegn mikilli veiði á smáfiski með því að stekka möskvann, en það gengur ekki ef það góður afli. Þá stíflast möskvarnir. En það hefur ævinlega í mörg ár verið farið langt fram úr okkar tillögum. Að vísu eftir að síðasta útgáfa af kvótakerfinu kom fram að þá farið að nálgast okkar tillögur sérstaklega á árinu 1991 en núna meiningin að veiða 230.000 tonn eða heimildir eru til þess en við lögðum til á þessu almanaksári 175. Þannig okkar tillögum einfaldlega ekki fyllt. En þetta nú samt friðun að þið viljið láta taka svona lítið að þessu eins og segir og þorskinn að þið það friðan að hluta. Við erum að benda á það nauðsyn þegar að koma margir lélegir árgangar sem að bæði eru eftir vegna þess að Tryggingastofnun orðin mjög lítill og sjálfsagt vegna misjafna skilyrða í sjónum. Þá erum að benda á það að það afrakstursgetan meðan þetta er ekki meiri. En ef við tökum nú í annað sem hann sagði þarna fyrir hvert fisk sem tekinn úr sjónum þá pláss fyrir 2. Já, það má vera en þetta hans kenning. Já. En við höfum reynslu af því þegar við gengum nærri fiskstofnum eins og síldarstofnum þá tókum við 2 og fengum einn eða engan í staðinn. Það var málið. Og þannig það að verða núna með þorskinn líka. Við höfum gengið það nær honum að við fáum aðeins lélega árganga. En hvað þá með það sem hann segir líka, það sé ekki hægt að útrýma fiskistofnum vegna þess að viðkoman svo mikil að þetta hverfur ekki. Við getum aldrei náð þessu öllu. Það ekki bara eitthvað sem þið haldið? Nei, segir Jón. Já, segir Jón, en hann Jón líka fiskifræðingur eins og þú. Hann hefur aldrei stundað neina rannsóknir á hafinu eða fiskum í hafinu. Það sér þess ekki mikill munur á því. Það saltið. Það leið mér að svara þessu. Íslensku vorgóðsíldinni, það var gengið það nærri henni, við höfum ekki fengið eitt einasta tonn af henni undanfarin 20 ár. Það var gengið þannig í öllum síldarstofnum í Austur-Evrópu. Það tók nokkur ára friðun, eða veiðibann sem ég vil kalla það, til að ná því upp aftur. Nú nóg af síld víðast hvar. Aðferðum Jóns hefur viljandi eða óviljandi verið beitt á sumum öðrum hafsvæðum, eins og til dæmis við austurströnd Bandaríkjanna, þar sem smár möskvi, þar sem ótakmörkuð veiði og frægt dæmið ýsuna á Georgsbanka. Þar hafði aflinn verið í mörg nokkra áratugi, 50.000-60.000 tonn. Svo var farið í það að veiða þetta eins og Jón að tala Aflinn hljópi 150.000 tonn í 2-3 ár. Undanfarin 20 ár hefur hann oftast verið með innan við 5.000 tonn. Það sem við viljum að veiða cirka 10% af því sem eðlilegt getur talist að einu fiskstofni?
Það yrði afleiðingin af því sem að ef að farið verið eftir ráðum hans og maðurinn ætti að sýna það í eitt skipti að þetta gengur í vötnum áður en hann fer að reyna að praktísera þetta í sjónum. Að það sé svona stór munur á þessu, ég tala ekki um að það myndi sýna fram á það. En þessi staðhæfingar sé ekki að útrýma fiskistofnum, þú trúið því ekki, Jakob? Það er ekki spursmál um trú, það er spursmál um staðreyndir. Vitið þið þetta alveg? Ég er að segja, var að enda við að segja að íslenska vorgóðsíldin var veidd upp. Getur ekki verið hún hafi farið eitthvað? Hún hefur minnskust ekki komið aftur og ég held að það sé alveg hreinar línur að hún var veidd upp. Og þú heldur það sé alveg hreinar línur? En við vitum þetta náttúrulega ekki, Jakob. Jú, við Sjórinn vitum er svo stór, fiskarnir eru svo margir. Það er bara afsökun. Okkar rannsóknir sýndu það að þessi stofn var veiddur upp og það voru ekki eftir nema, eins og ég sagði áðan, 12-15.000 tonn af sömugóðsíldinni til allar hamingju náðum við skottið á henni og höfum bjargað henni. En hvað segirðu, hver er reynslan eftir 32 ár? Já, það var að tala um 200.000, við erum í sama farinu, en það er ekki nema nokkur árum setna þetta þarna að þá fór aflinir í 130.000 tonn og þeir hafa aldrei nokkuð tíma vilja hlusta. Aldrei, og þetta er nú bara náttúrufræði. Þetta vita bændur, þetta vita fuglaveiðamenn og allir sem var stund að dýraveiðar ef að dýri eru farin að svelta þá þýðir ekki að kaupa lömb. Nei. Það er bara þannig. En þetta var á þeim tíma viðbrögð forystumanna Hafrannsóknastofnunar við gagnrýni á þeirra vinnubrögð. Já, þetta var byrjunin og hérna ég hætti nú þannig hjá ríkinu 86 og fór að vinna í fiskeldistryggingum og öðru og fór á milli stöða og var að skoða ástandið og meta hlutina. Síðan fyrir ég bara að vinna sjálfstætt og held nú hann á fyrirlestri í Færeyjum sem var mjög skemmtilegt og handsalaði reyndar þá rannsóknarsamning við þá. Sem að þeir svo sviku, það er að segja eftir að Kristján Ragnarsson og Þorsteinn Pálsson fóru á fund í Portúgal þá koma Færeyingarnir tilbaka og sögðust ekki að hafa peninga í rannsóknir. Já. Og svo fylgdur manni allstar, ég man eftir því að þegar ég var í Færeyjum og fengið þangað þá hringdi ég mig Magnús Edin Hafsteinsson og var að fá fréttir og segja, hvar ert þú? Ég er í Þórshöfn, segja, ég er á Þórshöfn, á Þórshöfn, sem er á Langanesi, var ekki að segja hana hvar ég væri, vegna þess að ég vildi ekki láta að vita af því. Já. En svo bara fer þetta að spurjast út og þá bara hjólaðir í mig færeyinski kollegar, og kölluðu svo kallaður fiskifræðingur, hann hefur ekki gert neitt og allt þetta. En ég skaffaði þetta nokkra milljarða með því að sker ekki niður þegar það var búið 36% niðurskurð 2 ári í röð. Svo þegar ég vildi herða á og bæti í að því fiskur var að horfast þá þorðu þeir ekki, það var nýr ráður. Síðan hafa verið og þetta fylgdi mér út allt. Ég fór til Skotlands, fengur stofnanirnar hana, ég var að kynna skýrslu rannsóknir í Írskafinu og þá fengu stofnanirnar boðum það verið ekkert að fara að hlusta mig og færeyska ráðherra. Og því að þetta var tónlist. Hvernig sér þú hlutina fyrir þér á næstunni? Ég laði allavega til í þinginu að mann gerðu litla tilraunir og það er nú eitt sem hefur gerst með því að fríða þorskinn bæði, svona mikið að sérstaklega innfjarðar að þá er það mjög greinlegt að rækjustofninn hann hverfur. Og við erum í rauninni með sáralitla rækjuveiðar þegar það var jafnvel 10-15 tonna afli innfjarðar og svo var rækjuafli þegar veitt var meira að utar og úthafsrækjan, en núna þá hef ég lagt til að gera litla tilraun, segjum bara í 4 ár
en þess að það eru bæði mikið af smáfiski, ýsu og þorski í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði. Það er sambarlegt ástand og hvorugum staðnum er þá rækja og það er svona tilgáta að vita hvort að þessi smáfiskur sé ekki að koma í veg fyrir það að rækjan gjósi upp og verði í veiðanlegu magni og þá er áhugavert að taka kannski annan fjörðinn og fiska þar smáfisk og vita hvort að við fáum þá ekki nýtanlega rækjustofn. Eins finnst mér áhugavert að taka svæði þar sem að menn gefa, það er alltaf búið að vera lokasvæðum, áhugavert að hafa opið svæði og ég lagði nú til að það væri við Grímsey. Það er ýmsar ástæður fyrir því að ef að menn gera það að þá sjá hvaða áhrif það hefur á afmarkað svæði, á fiskingdina þar. Já. Þó það væri ekki veitt nema bara með krókum og með línu og krókum og menn væri bara með svona opna sókn og ákveðnu svæði og hvað áhrif það hefði á þau mið og síðan hvort það hefði einhver áhrif utan svæðisins. Þetta er mjög áhugavert, þetta er líka væri áhugavert út frá byggðasjónarmiðum. Já, þetta er náttúrulega rannsóknarverkefni. Verkefni, já, og áhættan er lítil, eins þá lagði ég nú til að menn færu í að meta hlutina, að meta það þannig að reyna að gera hvað áhættumat, að bæta kannski í 20% í veiðina, aukana 20% frá rálögum þorskafla og vita hvort að vega og meta neikvæð og jákvæð áhrif. Og þannig að þetta er nú það sem ég hef lagt með og mér fannst ég heyra svona hljómgrunn meðal þingmanna og það var nú áhugavert meðal annars að bóndinn þarna í hópnum, Þórarin Ingi, að ég sá að hann var nú svolítið skotinn í sumum tillögunum vegna þess að þetta er auðvitað þetta er skynsamlegt fyrir þá sem eru að lifa með náttúrunni og í búskap, átta sig á því að ef að bústofnin verður stór að þá náttúrulega er minna hey og þá þarf auðvitað að haga þessu þannig að það sé skynsemi í nýtingunni og fleiri, ég tók eftir því að það var jákvætt líka úr Samfylkingunni og menn voru tilbúnir að skoða svona nýbreytni og svo inn úr greininni þá finn ég líka að þegar menn fara svona hratt niður núna úr 272.000 tonnum fyrir 5 ára síðan og niður í 204.000 tonn og öll skilir eins og þeir eiga að vera samkvæmt kenningunum að þá eru menn tilbúnir að skoða hlutin upp á nýtt þannig að Svo erum við náttúrulega með alvöru rally sem heita strandveðar. Já. Og það er hringinn í kringu landið og allstaðar fiskir í. Svo er líka rally í fiskvinnslunum. Ég fór í heimsókn í fiskvinnslu í Suðurnesjunum í gær og það var, ég náttúrulega ræddi við á hvernig holdafari væri á fiskinum og menn svo það væri að skána og mér fannst það að vera bara gott að heyra það þannig að ef að þetta er allavega taldi sá sem ég ræddi við að Ketill hann taldi að ef að fiskurinn væri betra ástand núna heldur en í fyrra og ef að holdafarið slæmt þá er bara við því búast þá eru lífskjörin verri og hætt við meiri náttúrulegum dauða en svo ef maður auðvitað að fá myndir frá sjómunum sem út á miðunum auðvitað sérfræðingar í því að fiska og þá sést inn í stórum fiski minni fiskur og í þessu minni ég vil hægt að finna seiði af þorskseiði þannig að þetta er að hver étur annan þannig að ég bjassinn á hlutina að þetta fari nú að snúast. Já. Það er nú svolítið merkilegt að þessi tilraun sem hann er að stinga upp á að fara 20% fram úr, það búið að gera þetta. Þetta gerði Matthías og þessi strákar, þeir fóru langt yfir ráðaðan afla. Þeir voru að ráðleggja 200 eitthvað þúsund tonn, þá fóru þeir verulega yfir
Og hvað gerðist? Hafró eldi. Einhver tíman fann nú Davíð Oddsson einhver 50-60.000 Já, en sko þeir eldu framúrkeyrslan. Það skafaði ekkert stofnin. Framúrkeyrslan varð til þess að ráðgjöfin hækkaði árið eftir. Þá var aftur farið framúr og þá hækkaði ráðgjöfin í kjölfarið. Þetta bara gott dæmi frá Noregi. Ég veit, akkur þetta ekki gert? Þetta var gert í Noregi í 10 ár. Það var alltaf farið fram úr tillögum fiskifræðingana. Já. Og þeir eldu bara og fiskifræðingarnir í raunverulega eldu pólitíkusina sem ákváðu að hækka veiðiheimildirnar. En sko, svo annan sem hann var að segja rækjan Innfjarða og þorskurinn er búin að éta hana. Hafrannsóknarstofnun gerði rannsókn Innfjarða fyrir vestan þar sem var að kanna lífríkið inn í fjörðunum af smá, þar að segja, skera og alls konar rætisfiskum og öllum fjandanum. Niðurstaðan var svo að þetta magn af afrán frá þorski og ýsu væri það mikið að þetta væri nánast horfið. Akkur gera þeir ekki neitt með þetta? Þetta eru þeirra eigin niðurstöður. Nú var ég að sjá, þeir voru að birta í gær, niðurstöður úr rannsóknum á fæðu smákola 5 cm löngum í fjörunum hérna. Gáfnanum var safnað 99 og þetta var fegna mikið af kola og þeir hafa verið að greina allt það sem þeir kalla fæðuval og greina hvað er að finna í maðan og kalla fæðuval. Það er ekkert val, þeir éta það sem er til. Og hvað haldið það kosti að gera svona rannsókn að vera að telja pöttur í mörg ár? Svo verður að tala fjárskort. Það er bara að vera að finna einhver verkefni handa einhverjum sem að vantar verkefni. Telja járnsmið eða einhvern annan skoðar. Já, eða flugu. Já, flugu. Svo að Mývatni eða fugla. Já. En hvernig megum við búast við einhverjum breytingum? Er það á teikniborðin í dag, Sigurjón? Ekki í dag, en umræðan, ef hún er komin svona inn á þingi og komin meir í þungi en frá iðnaðinum sjálfum, þá er það, ég meina, hvert ferðalag, það byrjar á einhverju áætlun og svo einu skrefi og við erum vonandi að fara að taka skrefið og fyrsta skrefi telja vera að gera svona tilraunir og líka fara yfir þá faglegu gagnrýni sem að hefur verið í gegnum áratugina, fara yfir hana og gaumgjafa hana en ekki ýta hana til hliðar eins og við sáum þarna í myndbandinu heldur því að þetta eru auðvitað bara Jón Kristjánsson, afar fær vísindamaður og Tumi Tómasson og fleiri sem að hafa gagnrýnt hlutina að það er ekki skynsamlegt að íta þessu, vísa þessu frá án þess að fara og gaumgjafa hlutina. Það tekur, einhver sagði það tækir 7 ára skiptum skoðun en nú erum við búin að vera með þessa trú í áratugi 40 ár. Já, en það hefur alltaf verið samt svona, það er engin sjómaður sem að horfir á þetta gagnrýnis laust sem er í gangi og ef maður skoða bara tölunar að það átti var fyrirverandi forstjóri Hafró og hann talaði að færi bara allar ákjöfin á hliðina eða átti að bæta við einhverju fyrir strandveiðar 2-3 tonn. Já, það var eitthvað svoleiðis og samt sem áður þá endurmat stofnunin bara sama vor þorskstofnun fyrir 5 árum 267.000 minni en fyrir mældan. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að fara yfir og skoða því að það er þannig að alveg ljóst að veiðar hafa áhrif á önnur afföll og ef að menn taka fisk að þá hefur það áhrif á það sem að er það fiskifræðilega rökrétt að vera með sama dánastuðul á við þurfum ekki að ræða þetta. Það er bara er þetta hægt að segja að rannsóknarstofnun sem gefur það út að það sé alltaf sami náttúrulegi dauðdagi fiska á milli ára sé alltaf svo sami hjá öllum tegundum.
Já, það mismunandi reyndar, eitthvað fannir að breyta þessu. Það var eitthvað mennur eitthvað fannir að hlaupa með þetta, sá ég í makrílum, en þetta er þannig að maður útskýrir þetta fyrir fólki sem eru að horfa á þetta, þá reikna menn með að dauði af öðrum völdum heldur en fiskveiðum, það er náttúrulegu dauði og það er bara ákveðið það sem einhver fasti, eitthvað hlutfall, en það er ekki samræmi við viðtekna vistfræði, því að ég var nú að kenna einhver tíman vistfræði í framhaldsskóla og ef maður myndi segja þetta að svara svona prófi eins og mótileg gengur út frá að þá fengi viðkomandi nemandi ekki rétt fyrir en þetta eru kallað þéttleika háð afföll og eftir því sem þéttleiki minnkar þá minnkar þessi hlutfallsli þessi dauði sko það eru mörg dæmi þetta þegar þeir lokuðu á Kanada á sínum tíma, það var bönnuð öll þorskveiði. Ég man eftir því grein sem að Jakob Jakobsson skrifaði í Fiskifréttir þá og sagði ári áður en að þorskstofninn hrundi við Nýfundnaland að þar væri til fyrirmyndar fiskveiðistjórnun en eftir því sem austar drægi í höfunum átti við Grænland, Ísland og Noreg og einteyming gengið það fyrir sig í Barentshafinu hjá Norðmönnum og Rússum. Það væri arfa vittlust hvernig þeir höguðu sínum fiskveiðum. En þannig í Kanada þá mældu þeir mjög háa dánatölu eftir að öll skip voru farin með honum. Já. Það var ekkert veitt en samt að náttúrulega dánatala mjög há vegna þess að orsök hrunins í þorskstofninu var fæðuskortur en ekki ofveg. Þessi afli kom hvergi fram. Sama gerðist í Eystrasalti, það var engin að veiða en dánatala var mjög há. Þannig að við vitum það að mörgum dæmum þetta er bara bull. En svo er eitt sem að ég hef aldrei skilið að Hafrannsóknastofnun skuli ekki hafa og raunverulega gefa veiðafærum sem eru notuð við veiðar enganir eða taka út hvort þú ert að veiða á handfæri, línu, net, snurvoð eða Við skulum nú fara að veiða meira áður en fórum að skoða það. Það er aðalega aflaskortur sem er í gangi. Og hvað sagði Jón Bjarnason hérna daginn? Þeir vilja ekki auka aflan. Nei. Og það er þorskskortur á norðurslóðum og verðið orðið svimandi hátt. Og ef þú farir að veiða meira þá myndi það lækka. Og hvað er það sem lækkar í bankana? Það eru veðheimildirnar. Já, það er og þeir stóðu í vegi fyrir því að kvótakerfinu eru breytt eftir hrun. Það var krafa bankana og það er enn krafa bankana. Já, það kom skýrt fram hjá Jóni Bjarnasyni að þar voru þeir að leggja áherslu á það bankarnir meðal annars þegar var verið að endurræsa þá eða endurvekja þá. Þeir voru allir farnir á hausinn. Að það er ekki gerðar neinn breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Já, ég held reyndar að sko þessar kenningar, ég held að menn séu stundum að fara svolítið langt í þessu. Ef að þetta gengi upp þá væri hérna kannski bara ráða að skera ennþá meira niður til að hafa enn meiri pening í kassan. Það er auðvitað, við erum komin alveg held ég með þorskverði í hæstu hæðir og það allt, en ef menn horfa bara á þetta eins og dæmið og hvað þetta mikill ávinningu fyrir þjóðina að skoða þessa veiðiráðgjöf, að þá allt þetta tal það að minna magn skili meiru, það gengur ekki upp ef menn svona að setja ræða það eitthvað nánar. Við erum að vanrækja markaðir sumstaðar í heiminum. Saltfiskmarkaðarnir á Spáni, Portúgal, Ítalíu, Grikklandi. Við gætum sett miklu meiri fisk inn á þessa markaði. Það er bara allstað búið að drepa þorskveiðar. Það var að fara að loka Norðursjónum núna sem er gjöfulegasta svæði jarðarinnar og það er bara vegna þessi pólitíkus að það skal vera gert. Ég fekk nú aldeilis lavaskið þannig út í Skotlandi á fiskifræðingunum á sínu tíma. Það var nú ekkert lítið sko. Nei.
Og svo hringdi Hafró allt í þessar stofnarinn til að ræja mig. Það var bara svoleiðis. Það ennþá svoleiðis. En það það sem gerist ef að menn halda lengur áfram með þetta að fólk þarf auðvitað að borða og þá fer það bara að venjast á annan mat og þessi fiskur og þessi gæða vara að hún verður bara fólki framandi ef þetta heldur áfram í þessu fari nema þá eldisfiskur og þannig að ég held að menn verði að stoppa og þegar mann heyrir svona ræður og menn telja það ég vil til bóta veiða minna og það bara gengur ekki upp. Þá getum við alveg sagt, græðum við bara á því að skera veiðina niður bara í 100.000 tonn. Það er ekki þannig. Ég hlustaði nú á þessa umræðu sem að þú komst að staða, takk fyrir það. Ég fannst þingmenn aðrir ekkert grípa þetta neitt. Þeir voru ekkert hrifnir, þeir tóku undir þetta að gera fyrir þetta var athugavert og þeir að ræða þessi mál. Ég hef hvergi séð fjallað þessi mál í fjölmiðlum. Nei. Akkur ekki? Það er bara þannig að umræða sjávarútveg í flestum fjölmiðlum er bara nánast engin. Nei, hún er bannuð. Já, liggur við að. Já, það liggur ekkert við. Já. Lögðu nú niður auðlindina sem frækt var. Já, og fleiri þætti sem voru sjávarútvegsmál. Þetta er þakkað og menn vilja þetta og vandinn hjá þjóðinni í dag er það að hún skilur ekki, ungt fólk í dag skilur ekki hvað sjávarútvegur hefur gert fyrir þjóðina síðustu 100-150 árin. Nei, og það núna sko í dag, það engir menn sem á að vita sjávarútveg, til dæmis Ásgeir Jakobsson heitir. Hann skrifaði mjög mikið og var mjög merkilegur og þeir gáttu nú, svo deyr hann. Það enginn til að taka upp merkið. Allir þessi strákar sem voru í eins og Hermann og fleiri sem voru að ræða sjávarútveg, þeir eru ekki með í dag, þeir eru farnir. En ungu mennir, þeir sem taka við, þeir vita það ef við fara að tala svona með kritisku, þá það bara reknir. Já. Ég skynja nú áhuga á þessu og mikið áhuga en það er það sem að margir sem í stjórnmálum, það þú ferð inn á svæði það sem að, þeir að fara í ganga í berhögg við stofnunina. Já. Og sem hefur svona stóra stofnunin, þá eru menn feimnir við það. Ég skynja mikið áhuga á þingmönnum og við getum tekið annað dæmi. Bara, förum aðeins á fiskinum, tökum bara Seðlabankann. Það eru margir svona hræddir við það að taka afstöðu kannski að segja bara þessi vaxtaákvarðanir sem eru hér, sem eru ekki í neinu takti við það sem að gerist annars staðar. Og þó svo að verðbólga sé þar svipað, og tekið bara Eystrasaltslöndin og Bretland og hin og þessi lönd, að þá eru margir sko svona hræddir við að ganga gegn viðteknum stofnanaskoðun. Já. Það held ég en ég skynja áhuga á þessu og menn vilja þetta eins og í þessu árferði núna að þá svolítið þörf á því allavega að fara yfir þá gagnrýni sem að liggur fyrir og vilji, ég skynja það. Já. Það gott að heyra það og við skulum vona að það leiði til einhvers uppstokkunar og breytinga á vinnubröðum. Ég meina það borðleggjandi að það svo vont að vera á móti því til dæmis að taka þessa firði fyrir vestan. Til pröfu? Já, til pröfu eða hafa opið svæði við Grímsey, það þá meira að flytja frá inni í ferjunni og ætti þá að geta aðstofa við að borga upp nýja ferju. Þannig að það er bara, þetta eru tækifæri í þessu og ég vona svo sannarlega að þessi skref verði stigin. Ég var nú einu sinni svo svartsýnn að ég sagði það allir maður þurfi ekki að lyfta lokina kistunum til að sjá einhverja breytingar. Ég sagði þetta. Já. En þetta er alveg satt. Ég meina, ég hef búin að vera að berjast í þessi 40 ára. Já. Ég meina við erum alltaf í mótbyr. Já, og allir að telja niður allt sem þú hefur verið að segja.
Svo, mér langaði nú kannski að segja frá einu viðbót sem ég rakst hérna á, af því að það var svona rökin fyrir því að veiða meira innfjarðar og þá vil ég nú benda þeim sem að hafa áhuga á laxveiði og veiðiréttarhafar að ég sá norska rannsókn og þá voru merktir hérna talsvert magna þorski og sem hafðist við í ósnum eða ósum fjarðarins þá var alveg greinilegt að þorskurinn hann sat fyrir gönguseiðunum út og ég held að þetta væri örugglega vænlegri leið heldur en ýmislegt annað að opna á veiðar bara í innfjarðar til þess að vita hvort að við fáum þá ekki eitthvað meira tilbaka. Ég sótti nú þrisvar í svo kallaðan fiskræktarsjóð þegar ég var með Ormansá að vinna þar að fá að veiða leggja þorskanett fyrir framan á hana. Ég fikk alltaf neitun. Já. Og hvað ætlaði að vera langt með þetta? Út fyrir netlur? Ég ætlaði að fá báta frá Rauðurhöfn til þess að mæta vikulega og leggja eina nágrenni árunar til að sjá hvort að þorskurinn mætti á svæðið. Þetta er mjög áhugavert. Já, hvort hann mætti á svæðið og hvenar og sjá hvort passar það ekki við tíma. Sko, það gera allar dýrategundir þetta. Lúðan fer undir í Látrabergið. Í eggin. Í albatrossin fara sjávardýr stilla sig fyrir neðan. Já, eggin sem detta niður. Þetta er allstaðar. Þessi dýr eru ekki vitlaus. Nei. Og þorskurinn veit að hann kemur fóður úr laxveiðunum úr sumrin. Máfurinn veit að ég sá alveg hvernig hann segði frá stað því að þá fylltist ósinn af máfi. Þetta er bara alþekkt. Svo eru menn til þess að hjálpa laxveiðunum og týna rusl á bökkunum. Það er svo smákjætt en þetta er eitthvað svona sem blasir við sem rannsóknarefni fyrir líffræðinga. Sko, við merktum einu sem lax úr Meðalsvatni í Óstum og það gekk ágætlega, við merktum nokkur 100 laxa seiði á leiðin út. Hvar fundust merkin? Með árbökkunum niður eftir ánni og raskatinn á fuglunum. Þeir voru búin að éta þetta. Já, merkin. Já, þeir mæta. Þeir fóru með í gegn. Já, fóru í gegnum kerfið. En þetta, þar sem maður er alltaf að velta vöngum yfir hvort það sé hægt og hvað er hægt að gera meira til þess að gera og vekja fólk til umhugsunar þetta með það í huga að gera einhverja breytingar og laga þetta til. Þessir þættir þínir hafa nú aukið umræðuna málin. Já. Og þakk sé þér fyrir það. Það var ekkert svona. Nei, en það var ég hvattur til þess að fara í þetta á þeim forsendum að reyna að opna umræðu meira sjávarútveg. Mér finnst það vera að skila sér. Já, vonandi gerir það eitthvað og opnar augu einhverja. Ég fæ reyndar mjög góð viðbrögð frá fólki hringinn í kringu landi. Ég trúi því. Sem að hvetja mig til að halda áfram að ræða þessi mál á svona svipuðum grunni og við höfum verið að gera. Já. En hefur við óskað eftir því að fá nýjan forstjóra í þáttinu? Hjá Hafró? Já, hann hefur hafnað því að koma að sinni. En sem komið er. Já, en það er líka örugglega sérfræðingar þar sem að eru. Jú, ég og það er mjög gott að taka þessa umræðu til dæmis að taka svona eitt fjörð útur og skoða þessa þætti. Ég hef verið með aðra fulltrúa og fyrirverandi forstjóri kom til mín einu sinni og svo eitt sem var yfir veiðiráðgjöf og svo náttúrulega hef ég verið með menn sem hafa haft miklar efasemdir eins og Kristinn Pétursson á Bakkafirði og Sveinbjörn Jónsson frá Suðureyri og margir sem hafa komið sem hafa haft efasemdir vinnubrögðin. Lætur man ekkert í friði?
og Jón Kristjánsson hef ég fengið nokkur sinnum til að ræða þessi mál og við erum með þessum spjalli að reyna að opna umræðuna og virkja fólk. En svo vill maður að forstjóri Hafró á hverjum tíma sem starfandi forstjóri geti sagt okkur af hverju hann gerir ekki upp á milli eða gefur veiðarfærum enganir, af hverju vandamál að bæta eitthvað einhverjum 1000 tonnum, 4-5-6.000 tonnum við þorsk í strandveðar þegar að þeir eru að tapa upp í 200-300 og fyrir nokkrum árum síðan töpuðu 600.000. Vanmátu þorskstofninum 600.000 tonn. Sko við vitum það hér að það er verið að gefa út veiðiheimildir á stofn sem hafa ekki hugmynd hvað stór. Nei. Og það er bara einfaldlega vegna þess að trolli veiðir ekki allt sem það sér. Nei. Og það er mikið sem fer og svo veiðir það 4 metra upp en ekkert þar fyrir ofan. Það er heitlega einhver. Já, en það skiptir miklu máli að ná uppi svona jákvæðu uppbyggilu samtali við Hafrannsóknastofnun. Þannig að það sé hægt að fara yfir þessa gagnrýni og þessa þætti sem að standa út af hversna menn ekki að ná meiru. Það sem að svörin hafa verið hingað til að þá hafa bent á þau hafsvæði það sem notuð sömu aðferð skiljiðu og þá benda þeir á Norðursjóinn og Ískahafið og Ermarsundið en þar er verið að nota nákvæmlega sömu aðferð eins og hér en ekki að horfa á þætti eins og vöxtur og nýliðun sem hefur farið niður með friðunni. Þeir skilja ekkert okkur á nýliðun minnkar, við veitum það er að því það er ekkert að éta fyrir unguði. Já, það hefur nú löngum verið talið. Það stendur eins og skrifa stafur og bók frá því að kvótakerfið byrjar hefur nýliðin lækkað 100 milljónir fiska, alltaf. En það hlýtur náttúrulega að spila einhverja rullu, Jón, að vera búin að veiða 35 miljón tonn af þorski, af loðnu á 50 árum. Við höfum engin áhrif á loðnustofnum vegna þess að við byrjum að veiða áður en þorskunum fyrir að éta stóru loðnu, skilurðu. Þegar við erum byrjað að veiða, þá er þorskunum búin að taka sinn toll á unglóðunni áður en hún fer norður í Eldisgöng. Ég hef það er ekki þar sem að góðin greppir. Nei, en maður hefði haldið það alltaf greinir á þetta en ég hef búin að skoða þetta svo lengi og líka fugladauða og allan fjandann. Jú, allur fugl hvort sem það svartfugl eða máar eða súlur eða hvað. Þetta spilar allt saman. Makríll og bara allar tegundir í hafinu. Já, þetta spilar allt saman en það sem þetta að gerast meðan að við drögum okkur út þá fáum við ekki neitt eða lítið. Það er það sem að gerast og þannig að ég held ekki að það kemur að því að þetta verður skoðað og kannski fyrsta skrefið að byrja svona lítil skref og fara yfir þá gagnrýni sem liggur fyrir. Það þarf ekki að taka langan tíma. Það er að bera saman til dæmis hvort að stofninn fari niður á við bara svipað leyti og lifrastuðull fer niður á við og holdafæri fer niður á við. Þetta er eitthvað sem er hægt að gera bara. Það sé samkrull þar og við sáum þetta í Kanada. Það voru mjög góð gögn. Þetta passa allt saman. Já, þetta er bara hversna gera maður þetta ekki. Hversna skoða maður ekki hlutina og fara yfir gagnrýnina. Ef þetta er spurning ekki 1 milljarð heldur ég vil 100 á hverju ári þá þetta ekki ábyrgt að fara ekki yfir gögnin. Það mun en það eru kannski hagsmunaöfl í þjóðfélaginu sem vilja ekki láta ráða við þessu. Ég held ekki, ef mann horfa á bankakerfið og þá sem eru fyrir stóru í þessu, ættu þeir að minnka eitthvað strax við það? Nei. Þeir myndi ekkert gera það, en það verða fleiri til sem gætu kannski fengið að sprikla. Það má bara ekki komast upp strákinn tugum, það sem er ekki öll gögnin skoða.
Nei, það bara stundum þannig þegar þú býrð til einhverja forskrift og einhverja menntun og býrðu til aðra eins og það er hérna svolítið erfitt eins og hann segir að hugsa hlutinu upp á nýtt en við erum kannski ekki að biðja það heldur bara fara yfir þá gagnrýni sem liggur fyrir í málinu og gera síðan tilraunir og hérna pröfa sig áfram af því að rökin eru svo þung með að gera það. Ég fór nokkru sinnum í túra með dröfninu í rannsóknir hérna Rækju norður í Arnarfjörð og Ísafjörð og það var mjög gaman, þeir tóku mér alveg fagnandi hendi og spurðu mig alveg endalaust af því þeir fengi aldrei að heyra mig frá sínum mönnum. Já. Guðmundur Skúlu, þessi gamlu skarvar, þeir var mjög gaman að fara í þessa túra. Og þeir sögðu við mig, af hverju leggur þú ekki til að þetta verði gert? Ég segi, af hverju gerir þið það ekki? Já. Átti ég að fara í það, þeir þorðu því. Nei. Þetta var gaman aðeins. En hérna, strákar, þetta að verða búið hjá okkur í kvöld, en hvað viltu segja í lokin, Sigurjón? Bara áfram veginn, þetta kemur og það verður fróðlegt að sjá núna hvað kemur út úr haustrallinu. Verður þessi umræða tekin áfram? En eigum við að halda áfram að byggja eitthvað á einhverju togarralli sem við vitum ekkert upphafið. Við sjáum samanburð á milli ára. Já, ég meina við skoðum hlutina og auðvitað notum við öll gögn sem við fáum og ég bjartsýnn á breytingar. Ég meina það er þessi umræða líka hjá þeim sem eru, hvað að segja, þeir sem eru stærri greininni. Að það er alveg augljóst að maður bera saman bara loðnuveiði síðustu ára, 15 ára með það sem var áður. Að það er ekkert sambarilegt. Við erum með makrílinn sem er allt í einu að gefa eftir og að vísu hefur ekki verið farið eftir ákjöfun og hann veitur 50% umfram sem árum skipti og þá stækkaði stofninn og svo erum við með humarinn sem er farinn og það er þrátt fyrir að það verið farið eftir ákjöfunni og lúðan er ennþá á válista og ég veit nú ekki alveg hversna það er en þannig að ég trúi því að hlutinni fari að breytast. En umræðan í þinginu var góð. Áttu vonaði hún að halda áfram? Já. Meðan ég er á þinginu, þá verður haldið áfram. Jón, hvað vilt þú segja að lokum? Ég veit ekki hvað maður að segja. Ég vona bara að það fara að lýsast í þessu og menn fara aðeins að leyfa sér það að gagnrýna þetta og starfsmennirnir sjálfur. Já. Og að endurskoðun á vinnubröðum á Hafró og skil einhverjum árangri það var í skoðun ég veit ekki hvað kemur út þetta blasir svo við ef það er hægur vöxtur á fiskinum það var nánast í öllum árgangum nema þeim allra stærsta eimarett þá er ekki mikið lofveið í gangi það er þá eitthvað annað Nei, þetta sjáum við það að fiskur til dæmis eins og fyrir vestan og austan og allstaðar, hann er miklu stærri. Já. Já, því það eru eina stærðina fiski sem fær fóðrið friðað fyrir sig, það er að segja smáfiskin. Já. Og þetta búa til það. Já, ég meina menn verða að fara að horfa á þetta líka í samfellu, vera að horfa á eina fiskitegund í einu bara út frá talningu 2 ári, einu sinni 2 ári. Það er, ég held að það blasir við öllum sem að... Þetta lifir allt hvort á öðru. Jú. Akkur gefa þær ekki loðnuráðgjöfuna út eftir því sem fékkst í tóraröðinu. Eins og grásleppar. Það er náttúrulega ennú vittlusasta ráðgjöfin af öllum. Það er grásleppur ráðgjöfin. Ég geta reynt að gera þetta með loðnuna líka, það er nota rallið. Já. En svo held ég við þurfum líka að reyna eins að fá umræðina ég hef áhuga til dæmis að hitta þann sem er yfir MSC-votturinn í Evrópu og fara aðeins yfir hlutina af því að þetta eru þetta viðskipti eins og önnur þessi vottun og ef það er ekkert veitt þá er ekkert vottað þannig að það er mögulega kannski hægt að opna augu þeirra
að það sé áhætt að bæta aðeins í þetta. Þurfum að breyta taktík. Breytum taktík og skoða hlutinu upp á nýtt. Reyna að hafa áhrif sem víðast. Við erum ekkert sem erum hérna megin í þessari umræðu. Ég er ekki hræddur við rökræðuna þessu. Ég held að hún hjálpa okkur og það sem við erum líka kannski að passa okkur á að reyna að draga fólk sem inn á stofnunum að borðinu í umræðinu á þess að vera að setja þau á einhvern sakamannabekk. Heldur bara að þetta eru tækifæri og ekkert annað. Og reynum að nýta þau. Já. En, drengir, ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að senda út þáttinn og svo hvet ég alla áhugamenn sjávarútvegsmál sem og bara landsmál almennt að styðja við bakið á stöðinni og þetta vettvangur sem gefur okkur tækifæri til þess að ræða málin á víðum grunni. Sammála því. Takk fyrir mig. Takk. Takk.